Velkomin í Hafnarhúsið. Í dag höldum við upp á afmæli þess að nú eru 10 ár síðan að listasafn var opnað hér í þessu glæsilega húsi á vegum Reykjavíkurborgar. En það var gert með pompi og prakt miðvikudaginn 19. apríl árið 2000. Við hugsuðum mikið hvernig við ættum að halda upp á þessi tímamót. Fyrst átti okkur í huga að halda fyrirlestra hönnun safnsins sem Stúdíó Granda á vegu virðingu að. Önnur hugmynd var að rekja sýningarferil safnsins í þessu 10 ár með einhvers konar tímalínu eða fyrirlesturum. Við sem vinnum hér metum þetta hús og hönnum þess mikils. Það hefur boðið upp á góð tækifæri og hér hafa margir stórfenglegi listamenn, bæði innlendir og erlendir sýnt. En þó vildum við ekki að þessi tímamót snerist bara Hafnarhúsið, heldur að það umhverfi sem húsið hluti af. Þá kom upp svo hugmynd að nota tækifærið og taka stöðuna almennt. Hugmyndin var að taka einhvers konar þversnið á 2 tímum árið 2000 og svo núna 10 árum síðar og bera þessar sniðmyndir síðan saman og reyna að átta okkur á hvernig við vildum að sniðmyndir litið út árið 2020. Þessi hugmynd hefur þróast mjög skemmtilega í höndum 3 skipuleikenda þessar uppákomi hér í dag. Það eru þau Sirra Sigrún Sigurðardóttir, Aðalheiður Lilja Guðmundsdóttir og Jón Proppé. Þetta er frábær hópur og viðsýn, en það er einhvern listamaður og 2 heimspekingar. Þau vilja skoða stóru myndina, skoða þetta fyrirbæri sem stundum kallað listheimurinn í öllum hans margbreytileika. Og þeim hefur tekist að mínu viti að móta afmörkuð umræðuefni aðskiljanlegustu hluta þessa listaheims, þannig að það er hægt að ræða einstaka þætti í dýpt. Þegar niðurstöður frá öllum borðum koma saman svo í lok dagsins, þá myndast vonandi ákveðin heildarmynd. Umræðuefnin eru mörg og þau taka umgjörðina fyrir, allt frá hagrænu umhverfi myndlistarinnar til menntunar. Hér koma til umræðu lög og reglugerðir, aðkoma hins opinbera og hagsmunamál myndlistamanna. Einnig ólíkar stofnanir listaheimsins, svo sem einkarekin galleri og óháð sýningarrými, stórir myndlistaviðburðir, list í almenningsrými, sýningar erlendra listamanna hér og íslenskra listamanna erlendis, umfjöllun, útgáfa og myndlistararfleifðin sjálf. Svo allt er undir. Hér getum við tekið stöðuna og lagt línunar það hvernig við viljum að þetta sé og hvað við ætlum að gera. Það eru við sem eru hérna samankomin, listamenn, safnafólk, listfræðingar, stjórnmálamenn og embættismenn sem stöndum á bakvið það sem nú er og það er undir okkur komið í sameiningu hvað verður á næstu árum. Þetta er okkar verkefni og það mun enginn komið utanfrá og framkvæma hlutina. Við verðum því að spenna bogann. Fyrirkomulagið á þessu myndlistarþingi er þannig að við höfum 17 borð og hvert þeirra hefur fyrirfram ákveðið umræðuefni. Það er 1 stjórnandi á hverju borði sem leiðir samræðurnar. Umræðan verður í 2 lotum með hlé á milli. Fyrri lotan gengur út á greiningu á stöðu myndlistarvettvangsins á síðasta áratugi og síðari lotan er greining á framtíðarstefnu næsta áratugar, væntingar, þarfir og möguleikar. Allir fá blað til að skrifa á, en stjórnandi tekur hugmyndir hverjar lotu saman og svo loka niðurstöður borðsins. Þessar niðurstöður verða svo kynntar á eftir seinni lotuna, en þeim mun líka verða safnað saman og úr þeim unnið og síðan birtar í einhverju formi. Sofía Karlsdóttir, deildarstjóri kynningar og markaðsdeildar safnsins, verður fundarstjóri og mun sjá að við höldum áætlun. Áður en umræðin hefst mun Jón Proppé hjálpa okkur á stað með stuttri upprifjun á þróun mála síðastliðin 10 ár. En áður en ég fer aftur til míns borðs vil ég þakka ykkur öllum sem eru hér samankomin fyrir að taka þátt í þessu með okkur. Þetta er mikilvæg umræða og hér leggjumst við öll á eitt. Þegar umræðin er búin munum við svo bjóða upp á veitingar og skála fyrir afmælisbarninu. Takk fyrir.